þá komið að næsta kafla hjá okkur, kafla 3.6 endurreisnina í Evrópu og þetta á blaðsíðum 197 til 202 í fornum tímum. Endurreisnin eða Renaissance, eins og segir hérna, vísar í áhuga Evrópumanna á 15. og 16. öld í að endurreisa menningu Grikkja og Rómverja til forna. Málið sem sagt var að það var sem sagt þessi vaxandi borgarstétt, sérstaklega á norður Ítalíu og þá einna helst í Flórens fyrst til að byrja með, sem var búin að aukast töluvert með alls konar viðskiptum og verslun og náttúrulega voru góður og dýr í hvað átti að eyða peningunum og þá kom þessi hugmynd fram að fara að fjárfesta töluvert mikið í list. Það er að segja að listamenn fóru að fá borgarinn og veru frá þessari borgarstétt til þess að stunda sína iðju, hvort sem það var að mála málverk eða búa til höggmyndir eða hvað svo sem það var. Áður fyrir þá hafði kaþólska kirkjan verið eini kaupandinn að þessari list frá listamönnum, voru að kaupa málverk og þá náttúrulega voru málverkin töluvert í svona trúarlegum stíl, en í endurreisninni fór myndefni að verða fjölbreytilegra og myndirnar sjálfar eru raunsærri. Og við skulum taka eitt dæmi hérna af því að hérna sjáum við málverk fyrir endurreisnina og þið takið eftir hérna að svona aðalfígurinn hérna í miðjunni og barnið eru í töluvert skökkum stærðar hlutföllum, eru töluvert stærri heldur en hitt fólki á myndinni, þrátt fyrir að sjónarhornið bendir til þess að fólki eigi nú bara að vera í sömu stærð. Þetta svona dæmigert málverk fyrir endurreisnina. Hér hins vegar eru við með Fæðingu Venusar eftir hann Botticelli og hérna sjáum við til að mynda strax þessi endurreisnar áhrif. Hér eru allar fígúrnar á myndinni, allar manneskjurnar í sömu stærð. Hér sem sagt, má líka sjá áhrifin, þar að segja þeir fóru að sækja munið í forngrikki og fornrómverja og áhrifin má augljóslega sjá hérna því að hér sem sagt verið að mála goðsögnina Fæðingu Venusar sem var ástargyðja hjá Grikkjum til forna. Nú, eins og ég talaði áðan, þá var Flórens á Ítalíu, borgin, það var svona, það sem þetta var allt í gangi, þar var allt að fara á stað, endurreisnin, og í Flórens borginni var Medici-ættin, svokallaða, mjög valdamikil og þeir voru sem sagt stórkaupandi að list og borguðu, sem var að tala áðan, þá voru þeir stórtækir í því að borga listamönnum fyrir þeirra verk. Og í Flórens bjó meðal annars hann Botticelli sem málaði Fæðingu Venusar sem við sáum hérna áðan og af öðrum frægum listamönnum, endurreisnar listamönnum, þá má nefna Leonardo da Vinci og Michelangelo líka og við sjáum hérna hvenær eru þið dánir. Botticelli hann deyr 1510, da Vinci deyr 1519 og Michelangelo deyr 1564 og hér fyrir aftan eru þeirra frægustu verk sem við ætlum að skoða eins betur á eftir. Annar frægur endurreisnar listamaður var Rafael sem dó árið 1520 en hann gerði verkið Dísina Galatea og þið getið séð þá mynd á blaðsíðu 200 og það mikið af flottum myndum sem þið skulu endilega skoða í þessum kafla og eins og segir hérna á blaðsíðum 198 til 201 en við ætlum samt að skoða það aðeins hérna betur á eftir. Ninja Turtles, hvað í ósköpunum eru þeir að gera hérna? Jú, þeir nefnilega eru skýrðir eftir endurreisnar listamönnum, ótrúlegt satt. Þið sjáum hérna fyrir ofan Michelangelo, Donatello, hann var annar frægur sem við myndust ekkert á hérna áðan, Rafael og Leonardo. Að skjaldbökurnar góðu, þær eru skýrðar sem sagt eftir þessum endurreisnar listamönnum. Vonandi að einhver hafi áhuga á þessu, enda algjör snilld. Ef þið hafið áhuga á endurreisninni almennt eða ekki, þá kannski hafið óbeint komist í kynni við hana því að sem magnaði töluleikur hérna, Assassin's Creed 2, sem ég að sjálfsög búin að klára, hann gerist að stóru leyti, eða bara öllu leyti raun og veru, í Flórens á Ítalíu, í endurreisninni, og þar koma meðal annars við sögu Leonardo da Vinci og Machiavelli, sem við ætlum að fjalla hans betur hérna eftir. Nú, svo ef einhver hefur lesið þessar flottu bækur hérna eftir minn mann, Dan Brown, Da Vinci Code og Angels and Demons, eða einfallega sé myndirnar, þar sem Tom Hanks fer á kostum, að þá fjalla það líka að stóru leyti endurreisnina og þá aðalega listaverk sem voru máluð og gerð af endurreisnar listamönnum. Þannig að kíkið endilega á það ef þetta eitthvað sem vekur áhuga ykkar. Nú, Da Vinci skulum við byrja að kíkja á, hérna sjáum við Mónu Lísu sem hans langfrægasta verk og vonandi flestir, ef ekki allir, hafa séð eða heyrt talað
En Da Vinci, hann var meir en bara listmálari, hann var mikill uppfinningasmiður og svona hafði mikinn áhuga á vísindum. Hérna sjáum við annað listaverk eftir hann, síðustu kvöldmáltíðina, síðasta kvöldmáltíð Jesús er hérna fyrir miðju og lærisveinarnir hérna með honum. Hér sjáum við teikningu eftir Da Vinci sem af einhvers konar þyrlu sem að hann sá fyrir sér, hugsið ykkur, strax á þessum tíma. Og hérna önnur teikning eftir hann sem að menn svona telja sé af svona fornum skriðdreka. Ef þið sjáu þessa litlu hringi hérna á hliðunum þá talið að hér hefði fallbyssur átt að vera. Þannig að þetta eitthvað magnafaratæki. Og hér svo Vitruvianus maðurinn, held ég að bera þetta rétt fram. En þetta teikning eftir Da Vinci af líkama manns sem talin vera í fullkomnum hlutföllum. Ég sjáum við hringinn hérna, fullkominn flottur hringur utanum, að þetta á að vera líkamsbygging mannsins í algjörlega réttum hlutföllum. Og menn hann reynda deilt mikið þessa teikningu í seinni tíð, en það önnur saga. Og hér sjáum við Da Vinci sjálfan, flottur kallinn. Þetta málverk sem hann málaði af sjálfur sér, ef ég man rétt. Michelangelo var annar frægur eins og við tölum áðan, endurreisnar listamaður. Hér styttan Davíð eftir hann, glæsileg höggmynd. Hann málaði líka hérna þakið, eða loftið öllu heldur, í Sixtínsku kapellunni sem í Péturskirkjunni í Róm. Og þetta held ég að ég leyfi mér að fullyrða að sé eitt magnaðasta listaverk bara allra tíma. Michelangelo, hann var í 4 ár, ef ég man það rétt, að mála þetta verk og allan tíman lá hann náttúrulega bara á bakinu upp á stillösum, að mála upp fyrir sig upp í loft. Og ef að tæknin ekki bregðast mér, þá ætti að poppa eða vera búin að poppa hérna upp núna linkur sem þið getið smelta á og þá farið inn á svona síðu þar sem þið getið bara skoðað svona panorama, mynd af þakinu og kirkjunni, skoðað svona í kringum ykkur og zooma svolítið vel inn á. Sáum hvort það hafi tekist. Og hérna séðan nærmynd af einni af myndunum, þið sjáu hérna, þetta eru mikið af litlu myndum sem mynda eina heild. Og hér ein af þeim frægari myndum sem eru í þessu lofti, í Sixtínsku kapellunni. Sköpun Adams heitir þessi. Og þetta eins og við sjáum, gríðarlega glæsilegt og fallegt, allt saman. Húmanismi svona einn angi sem spratt upp af hugmyndum endurreisnarinnar. Á miðöldum, þar náttúrulega réð kaþólska kirkjan öllu og þá svona voru hugmyndir manna jarðlífið einfaldlega þær að það væri undirbúningu fyrir lífið eftir dauðan. Allt sem við gerum hérna í jarðlífinu raunverulega bara undirbúningur undir það hvað tekur við eftir að við deyjum. Himnaríki og helvíti og allt þetta. En ákveðnir endurreisnarmenn fóru að pæla svolítið í því og komast raunverulega að því að það kannski ekkit aðmálið, heldur bara dvölin okkar hérna á jörðinni, lífið sjálft, hefur töluvert gildi. Og það leiddi það af sér að menn fóru að hafa aukinn áhuga á gömlum ritum, fóru að rannsaka texta, gamla texta miklu nánar, leita svona raunverulega merkingunni þar á bakvið, fóru að komast að því að mikið af ritum sem voru í umferð voru einfaldlega falsanir, þannig að það var svona mikið kappsmál að komast að svona upprunalegum ritum og þeirra meiningu og fóru líka að fá mikinn áhuga á menntun og húmanistar trúðu því statt og stöðugt að menntun gerði menn að betri mönnum og það var ekki nóg sem þetta sérhafa sig bara kannski að vera góður í starffræði eða bara góður í sögu heldur var það rosalega flott og merkilegt að læra sem mest bara allt, alla hluti og svona ef við förum aðeins yfir fræga endurreisnarmenn svona kannski ekki beint listamenn, heldur kannski meiri svona húmanista. Fyrstan ber að nefna Erasmus frá Rotterdam sem dó 1536 og hann var svona frægur fyrir það að þýða meðal annars Nýja testamentið af frummálinu grísku og hann skrifaði einnig Lof heimskunnar þar sem hann gagnrýndi mikið kaþólsku kirkjuna fyrir spillingu en Erasmus hann var þó ekki beint mótmælandi eins og Martin Luther heldur vildi hann svona fara einhvern milliveg á milli kaþólskunnar og svona lútherskra mótmælanda. Menn ættu að svona finna eitthvað þáttaveg mitt á milli sem henta kannski báðum aðilum. Martin Luther sem við erum búin að tala mikið undanfarið, hann myndi flokkast undir húmanista og þar ber helst að nefna þýðingu biblíunar þegar hann þýddi þessa biblíuna yfir á þýsku. Það myndi vera gott dæmi svona húmanisma. Svona, því að Martin Luther muni, hann var
ástæðan fyrir hann fór að hafa áhuga á Biblíunni var að lesa hana spjaldan á milli og komast svona að raunverulegri meiningu Biblíunnar, ekki bara að trúa því sem að kaþólskir prestar og páfinn og fleiri voru að segja, svona Biblían, heldur vildi hann komast að raunverulegu meiningunni og það gott dæmi um húmanista. Machiavelli sem ég nefndi á hann, sem var eina persónum hann í tölvuleiknum Assassin's Creed, hann var líka merkur húmanisti og skrifaði þetta frægarit Furstinn, og það svona oft litið á það sem hálfgerða bara leiðbeiningabók eða hvernig á að stjórna, hvernig á að vera góður stjórnandi, en það hann til að mynda mikið að gagnrýna stjórnendur sem eru bara að hugsa um það að skara elda í köku, þeir eru gráðugir, og það ágætis lýsing í bókinni, eða dæmið þar að segja úr þessu riti á blaðsíðu 201 alveg neðst og svo yfir á 202 sem að væri skemmtilegt fyrir ykkur að lesa ef þið hafið áhuga að kynna ykkur þetta nánar. Svo skulum við kannski í lokin bara fínt fyrir ykkur aðeins að pæla þessari spurningu fyrir þá næsta tíma. Hvaða áhrif haldið þið að það hafi haft á líf fólks þegar endurreisnarmenn fóru að boða þá kenningu að lífið á jörðinni hefði gildi í sjálfu sér? Á hvaða hátt fór fólk að haga sér öðruvís en það hafði gert á miðöldum? Og þið getið séð hvernig fólk var að haga sér á miðöldum eða munið í kafla 2.1, aftast í þeim kafla, ágætis lýsing á því. En þarna kannski svona verið við erum að biðja ykkur að hugsa aðeins hver munun á því eins og á miðöldum þegar svona kirkjan réð öllu og fólk var að lifa eftir því í raun og veru hvernig maður á að haga sér á jörðinni miðað við eftirlífið, hvað gerist fyrir mann eftir maður deyr, og svo núna í endurreisninni þegar raun og veru lífið sjálft fór að hafa miklu meira gildi, hvernig maður haga sér meðan maður lifir. Þannig að þið pælið þessi því og við förum vonandi það bara í næsta tíma, en látum þetta gott heita af endurreisninni í bili.